Já, þessi trailer með Captain America, Brave New World. Það svo mikil táknfræði í gangi núna í þessum síðustu og vestu tímum. Og veit ekki hvort þið tókuð eftir því að þarna á mínútu eða sekúndu 45 förum hérna á 45 þá sjáum við að hann skotinn akkurat þessi forseti, Harrison Ford, hann skotinn á 40.5 sekúndu. Og þið munið hérna Soros, þessi ungi Soros strákurinn, hann birti skal ég segja þér, hann birti líka, þetta var ekki með það hérna, hvernig var það? Hann birti líka byssukúlu eða gler sem var búið að skjóta í gegn með byssukúlu og svo var hann með $45 til þess að vísa í Mr. Trump. En ég fjallaði nú í síðustu helgi fjallaði ég nokkuð ítarlega þetta og býð ykkur alltaf velkomin á broadcast í þáttinn Axel Pétur sem heitir í höfuðið á einhverjum sem ég þekki. Og hvet alla til þess að gerast áskrifendur sem hafa ekki þegar gengið svo langt að gerast áskrifendur. En þessi mynd, þessi bíómynd, þessar dagsetningar, þessi mynd kom út bara þessi trailer kom út rétt fyrir aftöku tilraunina og síðan kom þessi eiginlega bara daginn áður held ég. Og þessi heitir Yðar eyru skulu blæða. Og það gríðarlega mikil svona dulfræði í gangi og mikil merkja svona symbolísk veisla og það eru svona 2 kenningar í gangi þennan atburð. Önnur að þetta hafi gert svona nokkurn veginn eins og menn að segja og hin kenningin að þetta sé sviðsett. Að þetta sé allt sviðsett frá upphafi til enda. Og ég virði báðar skoðanir. Það svo margir trúðu því að Sandy Hook væri algjörlega sviðsett og ég var einn af þeim sem trúði því. Að þar var maður, Alex Jones, dæmdur til þess að greiða bara þjóðarframleiðslu Frakka í einhvers konar bætur. Og það var svona upphafið af þessu sem við köllum lawfare eða lögþvæla, lagaþvælur. Og eftir að þeir pröfukeyrðu þessa CIA dómstóla á Alex Jones þá var Trump næstur. Og þeir eru búin að gera allt til þess að reyna að stoppa hann. Þeir eru búin að byrjuðu þetta muni 2016 eða 15 þá byrjuðu með þessa grílusögur rússatengslin. Síðan voru þeir með svona impeachment eða sem þingákærur. Og það féll allt sjálft sig.
og síðan voru þeir með alls konar málaferli út af einhverjum bókhaldslyklum vegna þagnargreiðslna og fleira slíkt. Og svo vegna leyniskjala, því var vísað frá núna. Þannig að það hefur verið gríðarlega mikið læti í kringum þetta. Og það eru fleiri atburðir sem að gerðust. Ég ætla að bíða með þangað til að ég er í lokaðri dagskrá með að spila fleiri vídeó, eða spila vídeó og svona margmiðluna efni sem ég get eiginlega ekki sýnt á þessum YouTube-klippum, sem að þýðir að ef að þið viljið fá juicy stuffið þá þurfum það að fara á bak við áskriftavegginn og bara drífið því. En það er athyglisvert að Trump hitti daginn áður, en það var reynt að drepa hann. Þá mætti Viktor Orbán í heimsókn til hans. Og þið munið að Viktor Orbán er búinn að fara til Úkraínu og hitta forsetann þar, eða plattforsetann, hann er ekki kjörinn lengur, hann hefur mist umboð sitt. Síðan fór hann til Rússlands, talaði við Putin, sem er sannarlega kjörinn forseti þar. Síðan fór hann til Kína og eflaust víðar. Og síðan, getum við séð, hann heimsætti Úkraínu, Rússland og Kína. Og og hefur gert NATO menn alveg brjálaða, og Evrópubandalagið er núna mælast til þess að Orbán, hans atkvæði verði einskis gerð. Fyrir ekki, ég gleymdi að svissa á milli, svona er ekki með tæknimann, fyrir að senda með tæknimanninga. Hann sem sagt heimsótti Úkraínu, Rússland og Kína, og svo hitt hann Trump 12. júlí, bara 1-2 dögum fyrir morðtilraunina svokölluðu. Og það eru, ég veit ekki hvort þið munið, þegar Kennedy var myrtur ráðuna dögum, þá var hann að gera alls konar svona sem að gekk á móti hernaðarkomplexinum, stríðsrekstrinum og svikastarfseminni kringu það. Við sjáum að íslenskir ráðherrar hafa sendt milljarða og ætla að senda fleiri milljarða í þessa svikamillu í Úkraínu, og það er nokkuð ljóst að þeir fá kickback. En þeir hittust á fundi og það eru allir brjálaðir náttúrulega út af þessu, NATO og CO og fleiri. Þið munið Fico, hann ekki í Slóvakíu, hann er líka búinn að vera svona á friðarnótunum og hann var skotinn 5 sinnum í magann. Þannig að það er ekki bara Trump sem að reynt hefur verið að drepa í þessum hernaðar. Já, þú varst að hlusta á brot úr þætti sem að ég gerði fyrir broadcast.is og hvet alla til þess að horfa á restina af myndbandinu sem að er vonandi mjög áhugavert. En til þess þarftu að fara inn á broadcast.is/áskrift eða fara bara inn á broadcast.is og þar er hnappur efst sem segir áskrift. Og þar vil ég hvetja þig til að gerast áskrifandi, ási, og styrkja þar með innlenda þáttagerð og frjálsa fjölmiðlun af bestu sort. Og ég vil þakka þér fyrir að koma við og vona bara að við sjáumst fljótt aftur með áhugavert og jafnvel þarflegt efni inn í umræðu á Íslandi. Takk fyrir og verið sæl.